En þú varst austur á Þingvöllum í það að gera hvað hjá Heimi Steinssyni í Þjóðgarðsverði? Já, ég hitti nú Heimi ekki í þetta skipti. Við vorum áttu stefnumót við Ofurhuga sem að kafa onni Gjána silfru. Og mér skilst að, megnið af því vatni sem í Þingvallavatni komið úr silfru. Hvar silfra aftur þegar maður í Þjóðgarðinum? Rétt áður maður kemur að hótelinu, áður maður kemur að brúnni. Og þar voru þeir að kafa þessir ofurhugar sem koma viðsvegar áður heiminum. Þetta eru, sagðir, í hópi bestu kafara í heimi. Kafararnir eru allir þrautreyndir atvinnumenn sem hafa kafað við mjög erfiðar aðstæður víða á jörðinni. Ætlunin að gera kvikmynd leiðangurinn niður í undirheima hraunsins, en hvað sjá menn þar neðra? We've seen a great deal. We've seen some fish, some marine life, which was interesting. Different sizes, a couple of different species, at least two that we know of. Big fishes? Yeah, the one we got yesterday was fairly large. I'd give it was about 12 inches, so that's about 30 centimeters, I guess. Did you eat that yesterday evening? No, I just film them. I don't catch them. Vatnið í Gjáni silfru gríðarlega kalt og aðstæðunir í Gjáni eru vægast sagt mjög erfiðar. En hér ekki mikið líkamlegt álag að ræða? Já, þetta reynir töluvert á líkamann. Okkur bæði kalt og mjög þreyttir eftir á þessum sérstaklega á þessu dýpi. We've got a lot of light this time, and we can pretty well flood this whole cave. And because the water's so clear, as far as the lights will penetrate, you can see. And that helps a great deal. But the key is all lighting, and everybody's carrying some pretty powerful lights. We brought some big specialty lights in for this job too. Þingvellir skörtuðu sínum fegursta búningi í djúpum litum haustsins í dag. Berjalyngið, hraunið, mosinn og fegurð umhverfisins heilluðu þennan vaskaflokk sem komin úr ýmsum áttum til að kafa við svo erfiðar aðstæður. En ekki dimmt undir hrauninu niður á 60 metra dýpi. Yeah, it's quite black, and it's a cave, so there's completely no light, and we take a lot of lights with us and a lot of safety equipment to ensure our safety and to make sure we can get back out. Talking about safety, do you have lines, or how do you find your way back? That's right. We run what we call a guideline into the cave. So no matter where we go, we always have a line in case of a multiple light failure or something. We can always get back on the line, and it will guide us all the way to the open water zone out in the pool of water here at the entrance. How deep down can you go? In this particular cave, we've explored it to 191 feet, which is 57-60 meters. Það eykur á gildið þeirra ferðar þarna niður að þeir geta vel ímynda sér það að veggurinn á aðra hönd sé jaðar Ameríku og hina höndina sé Evrópa, og þeir synda þarna á milli í gliðnandi jarðskorpunni. En komið aftur með okkur niður í íður jarðarinnar, undir hraunið sem hér brann fyrir 10.000 árum. Og ég verð að fá að bæta því við hér og nú að svona Ísland í dag. Every time I dive, whether it's in the caves or in shipwrecks, the feeling is as if I'm on another planet. We're down, sometimes we work as a team, sometimes alone, and yet every time you're there, you have to rely on your skills and your equipment to be able to get you where you're going and get you back safely. En meira Þingvallavatn að djúpinu mæta mesta á fróni. Eitt af undrum þess að það aðeins fáar og smáar ár sem sjást renna í vatnið, en úr því rennur vatnsmesta bergvatnsá þessa lands, Sogið. Það sem upp á vantar kemur kristaltært fljótandi undan berginu í Gjánum, ekki síst silfru. Hingað sækir fiskurinn æti og í dag lendust vænir fiskar í Gjáni 20 metra undir yfirborði jarðar. Þetta vatn getur líka státað af því að það eina vatnið í heiminum sem hefur 4 afbrigði af bleikju, en auk hennar hér að finna urriða og hornsíli. Vatnið líka ríkt af efnum sem lífið hvílir á. Þetta vatn sem hér framstreymir hefur runnið langa leið og tekið sér dágóðan tíma.
Fræðimenn halda að hluti vassins í Silfru hafi fallið sem regn eða snjór uppi við Langjökul. Ekki í gær og ekki í fyrragær, heldur á miðöldum. Is this heavy? Yeah, once you get everything on, it gets pretty heavy. Everything's pretty neutral in the water, though. Very comfortable. Tell us a little bit about the stuff you are carrying. Well, this computer will monitor the temperature, our maximum depth, the depth that we're at, any decompression that we need to do. It'll tell us how many stops we have to do, the total amount of time it'll take us to be able to get to the surface. So on deeper dives, when the decompression gets quite involved, this will tell us everything we need to know, and then we back it up with tables. You talk funny. It's probably because I can't talk with my mask on.